Ég mættur hingað í Breiðholtið í Hólabrekkuskóla, þar sem að Engilbert Imsland kennari og hann ætlar að deila með okkur svolítið í dag ýmsum leiðum sem að hann hefur farið í að örva nemendur til sköpunar í námi og svolítið með áherslu á einmitt þessa fjölbreyttu námshópa sem að þið hafið svolítið sérstaklega verið að vinna með hér, er það ekki? Og hefur gengið alveg glimrandi vel, alltaf hann að fengja alls konar viðurkenningar og svoleiðis. Þannig ég ætla bara að varpa þessu yfir til Engiberts og ef að þið eru með einhver komment og eða spurningar þá bara skrifið þið það í chatgluggann og við reynum að bregðast við því eins fljótt og við getum. Komið þið sæl. Eins og hann sagði þá ætla ég varum að hugsa svona hvernig við ættum að gera þetta og ég ætla bara að gera þessa nálgun sem ég geri, ég vill alltaf að gera ekki of mikið í einu. Ég hef svona vanalega kannski tekið ástfóstið við eitthvað eitt ákveðið og svo ég svona nota það alltaf mikið og breytt yfir það sko á mörgum stöðum. Og ég ætla að byrja bara á hana sem mjög margir vita af en margir ekki nota mjög mikið. Það þetta flipgrip. Ég hef alltaf verið með, smíðakennari, eins og kannski ef þið hafið hort á vídeóið. Ég er samfélagsfræðikennari, umsjónarkennari, leiklistarkennari og svo er ég félagsstarfskennari líka. Og ég byrja alltaf að nota það alltaf í smíðakennslu að reyna að gera eitthvað svona öðruvísi og að þau lærðu eitthvað á verkfærin, vissu hvað verkfærin heita. Þannig að ég byrjaði að nota flipgrip með að þau áttu bara að velja sér eitt verkfæri og kynna það. Og ég notaði fyrst YouTube og svo kynntist ég þessu flipgrip og notaði það fyrst. Síðan fór ég að nota það í kennslun hjá mér í umsjónarbekknum til að eiga samræði við krakkana. Og fyrsta verkefni sem ég gerði með þá voru það að kynna valbók sína. Og þá notaði, og ég ætla bara að sýna ykkur hvernig ég nota flipgrip. Og við förum bara inn á, þið sjáu kannski verkefni sem ég er nýbúinn að setja inn á. Ég ætla ekki að sýna ykkur raunverulega það sem nemendur hafa sent inn, ég held að það sé ekki viðeigandi. Þannig að nú sjáu þið raunverulega síðuna, flipgrip síðuna sko. Og þið farið bara alltaf inn á það sem Educator login. Það við gerum það bara. Þá komið þið bara inn á, sjáu þið raunverulega skjáin það sem ég er búinn að setja inn sko. Ég er með 2 í gangi sko. Og þið sjáu hérna 4 nýjustu hjá mér núna. Og það er 7. bekkur sem er að fara í þetta hérna, verkfæri í smíði. Síðan er umsjónarbekkurinn er að fara í Sameinuðu þjóðina. Og ef við kannski bara byrjum að búa bara til eitt grip saman sem við gætum þá raunverulega deilt raunverulega og væri tiltölulega einfalt. Þá myndi ég bara klikka hérna á heiti New Grid og hérna getum við ákveðið raunverulega hvernig við viljum nota sko, hvernig samskipti við viljum eiga sko. Og ég nota yfirleitt alltaf þetta hérna efsta sko, þetta er svona þægilegast. Hérna get ég raunverulega sett lista inn á krökkum og þá er það bara algjörlega lokað. Og svo hérna er raunverulega það sem bara allir geta farið inn og allir geta fundið. Lítið nota það. Þannig að maður ýtir bara á, svo bara getum við kalla þetta hvað sem er. Ef við ekki bara kalla þetta samspil í dag. Og þá kemur raunverulega kóðinn, þetta er kóðinn sem þeir sem vilja taka þátt í þessu og senda inn, þetta er kóðinn fyrir þau. Og ég get deilt kóðanum ef ég vil sko. Það getur endalaust valið hérna, ég vel bara þetta hérna, hoppandi. Og fyrir next og þá þarf ég að setja inn raunverulega einhvers konar net eða sem flest allir gætu þá nota
og ég noti yfir þetta hérna með krökkunum í skólanum hjá okkur. Og svo náttúrulega sniðugt fyrir ykkur, ég reikna með að flestallir séu með Gmail. Þá getum við notað það. Svo getur maður bætt endalaust við inn. Þetta þarf að vera til staðar til þess að þeir sem tengjast að þeir geta þá tengst þessu þannig sko. Og þá bara setjum við þetta í gang. Og þá er bara komið samspil og hér sjáum við kóðan. Þannig að ef þið myndu slá inn, þið þurfum bara að downloada appinu í farsímann. Og ég byrjaði eiginlega að nota þetta líka út af því að þetta er svo auðvelt fyrir sko, að því krakkarnir eru svo mikið með farsímanna sko. Þannig ég var að reyna að finna eitthvað verkefni sem maður getur nota farsímann meira. Og þeim finnst mjög mörgum gaman að bara tala í símann og segja frá eitthvað þvíumlíkt. En þá eru bara sent, og þá kemur bara fyrsta hérna. Þetta væri þá introduction. Og þetta til mér svo að nota núna síðast að hann á UT á Sauðárkróki, flestallir þekkja það. Þá getur við sett eitt kynningamyndband inn eða svo getur við líka bara búið til nýtt verkefni, segjum það bara, og þá er það bara hvað lærði ég í dag og þá þarf ég að setja inn eitthvað texta hérna líka. Þarna kemur kóðinn aftur, þá er komið nýtt kóðinn á þetta hérna verkefni sko. Þá eru 2 kóðar í gangi. Við förum bara aftur á bakina á. Það er bara MyGrid, stæleira. Það er samspil. Það er flip-kóðinn, þá sér maður allt hérna. Ef maður setur VAF 40 60 RZ. Já, það er reyndar 4 O. Er það O, já. Já. 4 O, já. VAF 4 O 60 RC. Þá getur maður séð allt sem fer þarna inn. Svo þegar maður opnar það, þá eru sko raunverulega þetta til þess að gera þetta verkefni. Þá þarf maður að slá inn þessum kóða. Já. Þá sér maður raunverulega, ef maður farið fyrir kóða, þá getur maður farið inn á þetta. Svo getur maður farið bara í þennan kóða hérna. Og þá getur maður séð, svo getur við kannski bara farið inn í, þetta eru svona alls konar fítur sem maður getur segja. Ég set undir vídeo inn þarna og til þess að kannski hafa einhverja kynningu á einhverju efni, þá set ég bara eitthvað YouTube myndbandi eða eitthvað til og við horfa fyrst á það og vinna svo verkefni sko. En þetta er náttúrulega eingöngu, þá bara er ég að vinna svona sjónrænt. Og ég kannski bara sýna ykkur hérna, verkefni sem ég er að fara í til dæmis núna. Þetta er sem sagt, ég læt 7. bekk, ég vil taka þetta hérna. Og ég ger þetta oft þegar hún bara er kannski búið með verkefni sinn. Vilja það leika sig, þá bara segja að hefur klárað þetta verkefni hérna í símanum. Farðu bara fram og og þá yfirleitt faraði með eitthvað verkfæri og kom svo tilbaka og segja svo ég vissi ekki alveg hvað ég átti að segja sko. Og þá segi ég þeim dálítið frá því og þá faraði það aftur fram og þá setja þau kynningunni. Ég er að fara í næstu viku með þetta hérna. Þá bara setja þau hérna kynninguna eins og við sjáum, það er náttúrulega ekkert vídeo komið inn hérna. Þetta útskýrir sér svona nokkuð meginn sjálf sko. Ég hef þess að nota þetta dálítið mikið í, eins og þó ég kenni samfélagsfræði, þá er ég að láta það lesa, leggjum náttúrulega gríðarlega mikla áherslu á lestur. Allir kennarar, alveg saman hvar við erum. Og ég reyna að tengja alltaf, sko, eins og núna er ég, þetta hérna verkefni er frá síðast, það voru 27 vídeó. Það voru 10 vídeó, þá voru það send inn með söguþráðinn, sko. Þetta var í nóvember og þá voru það segja mér frá raunverulega söguþráðinn af bóknum sem völdu og bókin var þannig að hún varð að vera annaðhvort að hafa gerst eða fjalla 1925 til 45. Og
Hérna sjáu þið, ég ætla nú ekki að sýna bara nemyndunum mínu, þá sjáu þið bara þau sendin myndböndin og segja frá söguþráðum. Þá var ég með hérna sko hvað bók segir frá helstu persónu lágmark 1 mínúta og ég byrja alltaf á bara einhverju litlu, ekki á marga mínútur í einu. Hérna var, já, hitt var söguþráðum, þetta var, já, bara hvað bók að lesa okkur í valdana. Og svo þessi 2 verkefni ég að fara eins og Sameinuðu þjóðirna hérna. Við erum að vinna verkefni í Sameinuðu þjóðirna og það hef ég eitt verkefni svona bara, veist, mér hefur fundist alltaf þessi krakkar sem eru kannski svona, finnst ekki rosalega gaman að skrifa, þau koma alltaf svona, veist, þeim finnst alveg sæmilega gaman að þessu sko. Og þau eru alveg bara, veist, ég að vinna með þessu hérna, þetta næsta verkefni sem þau eru að fara í sko. Við erum að vinna með Sameinuðu þjóðirna og það náttúrulega svo ofboðslega mikið efni á ensku, þannig ég er svona að reyna að finna eitthvað á íslensku og það sem sagt síða sem fjallar sko svona upplýsingatækni fyrir Vestur-Evrópu og það rosalega mikið af raunverulega búið að þýða yfir á íslensku. Þannig þess vegna nota ég þá síðu, þetta rosalega góð síða, íslensk síða. Og það alveg bara heilmikið Sameinuðu þjóðirnar á íslensku og af viðurkenndum aðila. Og svo með þessi skólavöðu sem ég fekk aðganga. Það eru verkefni inni og það er svona skemmtilegra að gera eitthvað aðeins öðruvísi. Hérna sko raunverulega síðan hjá UNRIC, það er upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópu. Það snýr náttúrulega okkur dálítið mikið Íslendingur þá bara. Það er margt þar inni sem bara gott og skemmtilega að fræðast um. Er eitthvað að reyna að prófa að senda vídeóinn á Samspili hjá okkur? Ég setti inn. Já, og Jóna var búin að setja inn líka. Ok. Þá skulum við kíkja á þeim bara. Ég setti bara örstutt. Ok, það 2 vídeó hérna, hvað lærði ég þetta? Ok, þá getum við bara farið þangað. Megum við spila þitt, Tryggvi minn? Já. Það er ansi stutt. Þessi 4 sekúndur. Ok. Ég vildi ekki trufla þig þannig að það er ekki hljóð. Ja, vel gert. Þannig að sjáðu hvað þetta er raunverulega einfalt og þau læra þetta. En ég með eina spurningu rétt snöggvast að hefur þú eitthvað, notar þú það að hérna sem sagt þegar að nemendur eru búnir að taka eitthvað upp og setja inn á Flipgrid að aðrir geta komið og svarað? Já. Hefur þú eitthvað notað það? Já, ég nota það. Já. Og það var það er svona, þau eru alltaf mikið að horfa hjá okkur öðrum sko. Já. Mér finnst það bara allt í lagi og leyfi það bara alveg sko. En þetta er bara okkar grúpa. Já. En svo er ég alltaf með 1-2 sem vilja það ekki. Já. Og þá bara, eins og með valbókin, þá bara koma það og spjalla við mig í staðinn sko. Já. Ég hef aldrei haft það svona allir þurfa að gera þetta sko. Nei. Jóna segir að við megum horfa á hennar líka. Já, ok. Það er vonandi með hljóði. Já, þú slökktir á hátalarnum. Já, ég slökkti á hátalarnum hérna. Okay. Slökkva hljóðan aftur hérna. Bergmáli. Þetta var okkar sem segði bara að þora. Það var kannski svona, að því við erum náttúrulega í samspilunni hérna. Við byrjuðum náttúrulega, ég náttúrulega smíðakennar og var dálítið svona, ég var búinn að vera henni í smá tíma. Ég fannst þetta dálítið einangraður. Eins og, íslensku kennarinn þeir geta unnið saman eða þeir sem eru bekkjakennarar, þeir vinna saman á verkefnum. En mitt umhverfi var raunverulega smíðakennarar og við vorum kannski að hitt. Ég er náttúrulega búinn að vera formaður smíðakennarar síðan mörg ár núna og það er eiginlega það sem við höfum rekið smíðakennarafélagið, það er bara hittingar sko. Fara og hitta aðra kennara og sjá aðra kennara. Síðan hefur við verið dálítið mikið líka að gera það sko með öðrum list- og verkefnakennurum. Að hittast, við eigum svo mikið sameiginlegt og raunverulega þó að við séum að kenna önnur fög, þá er sama nálgunin sjálfur sig á mörgum stigum bara svo sama, eins og maður segir. Þannig að, en við byrjuðum hana í samspili fyrir hvað? 2015, ekki? 2015, já. Já, 2015. Og hana, og þá hafði ég ekkert sjálfur sig mikið,
var nýkominn með sko, fekk þrívíddarprentara þá bara eiginlega sama tíma og kunni ekki neitt á hann. Svo hann mér satt bara sko og hafði raunverulega engan grunn til að læra hann, ég fór bara að fikta. Og svo fann ég eitt sem ég nota alltaf mikið í að við erum hérna í snillismiðinu líka sko. Það að þora að nota raunverulega nemendur með mér sko. Og ég hef alltaf verið með sko raunverulega svona 1-2 sem bara alltaf í hverjum árgang sem kom alltaf niður til mín og það byrjaði eiginlega sko með því að það voru kennarar sem þurfti að fá kannski frí fyrir erfiðu nemendur sögðu þau við mig sko og þá bjó ég til svona spjald. Sjáðu. Ég bjó til svona smíðapassa og þau voru alltaf sko að koma og svo sagði já hún leyfði mér að fara og ég nota þetta ennþá. Mér finnst þetta er alltaf svona ekstra álag á mig að fá kannski einhverja nemendur inn í tíma til mín eða að kenna smíði eitthvað svona en ég fæði alltaf miklu meira tilbaka þannig að þau koma þá sækjaði ég að koma þarna og mér finnst svona svolítið mikilvægt að smíðastofan sé bara opin að þeim langar að koma að gera eitthvað og upp úr því kemur svolítið svona snillismiðan að leyfa fólki að koma eða kemur með góða hugmyndir og þá bara koma og fá að gera þær hann niðri og það sem truflar auðvitað kennslu sko en það svona yfirleitt tekst nokkurn veginn vel að gera það þannig. Þannig ég hef dálítið notað það og það voru dálítið drengir sem voru að koma hana niður og við vorum svona saman, það opnaði FabLabið ekkert stuttu seinna sko hérna niður í Eddufelli og þá fór ég með nokkra svoleiðis gauðra fyrst til að byrja með og við vorum bara að leika okkur og sjá hvað þeir vildu. Síðan byrjaði ég að fara með sko kannski heilu bekkin og kynna en það voru alltaf sko svona nokkri sem voru svona kringum þetta og við höfum svona haldið dálítið því að nota þá eins og þið þekkið flestöll eins og að vera með mentabúðir. Þá eru þessi nemendur sem stýra mentabúðum eins og þau skynja alveg hvað krakkarnir vilja læra. Þannig við höfum dálítið gert það út frá þeim krökkunum. Og þessi gaurar sem eins og ég þekkir þennan þrívíddarprentara, ég var snöggur svo sem að læra að hvernig átt að gera hann en ég var alveg heillengi að læra hvernig átt að skanna á hann og var að horfa á vídeo og bara náði því eiginlega ekki sko. Það var eitt strákur hann var í 7. bekk þá. Hann bara kynnti sér þetta miklu betur og svo bara kom hann og sýndi mér hvernig átt að gera þetta og þetta var ekkert vandamál fyrir mig sjálfsög sko. Og svo hefur við bara kunnað að skanna síðan í þessum þrívíddarprentara. En hafa nemendur hjá þér eitthvað sem sagt þegar þú varst að móta þessi verkefni það sem þú varst að nota eins og Flipgrid koma nemendur að því að búa til þessi verkefni? Ég rosalega mikið fyrir að þau segja mér hvað þeim langar að gera. Já. Og bara leiði ég byrjaði með þetta Flipgrid fyrir sko aðeins síðasta vor þá hefði alltaf kallað eftir þessu. Þeim finnst rosalega gaman að skila verkefnum á mismunandi máta sko. Og mér finnst eins og kannski margir kennarar kannski það þarf ekki endilega að henda út þessu gamla sko að skila í ritgerðarformi sko. Það alveg valett alveg bara og þannig skila alltaf eitt og eitt svoleiðis verkefni til þess að sjá það líka sko. Og svo finnst mér rosalega gaman að fjallum sko seinni heimsstyrjöldina að skila teikna mynd af karakterinum og segja frá honum eða gera myndasögu eða bara þeir sem eru kannski svona kannski aðslökust ég læt þau alltaf skila kannski bara klipp út myndir þannig þau skynja raunverulega hvað í gangi eins og einn hérna var ekki að skila einu sko þá bæði hann að skila sko 2 myndum sem sýndu 2 mismunandi sko Þjóðverja og Breta þannig að vera augljóst á myndunum að hvað það væri og hann skilaði sem sagt nokkrum myndum og svo fór hann að segja mig frá og þá náttúrulega skynjaði það bara strax að hann hafði náttúrulega greinilega alveg lesið textan kringum myndina og var búinn að ná alveg innihaldinu af öllu sem átt að gera þannig að það var alveg hann var búinn að koma sér alveg vel inn í efnið þannig að þó að það var ekkert flott ritgerð sko þá var þetta bara mjög gott verkefni sjálfur sér og ég hef alltaf verið opinn fyrir það að raunverulega að menn reynda að skila á bara alls konar formi það skiptir raunverulega engu máli ekki festast í sko raunverulega
eins og einn kennari sem ég sá sem var eins og með eitt verkefni, hún búin að vera með í 20 ár og það varð alltaf að vera þannig, það var sem sagt áttu að skila á ljóðaformi einhvern atburð eða eitthvað svoleiðis og það varð alltaf að gera það á ljóðaformi og það bara, veist, hún var alltaf að rekast á það að stór hluta nemendunum var alltaf að þrjósnast við þetta og vildi ekki skila þess og skilaði þess ekki sko. Í staðinn fyrir að bjóða upp á alls konar valmöguleika sko, veist, með því að teikna það eða senda með myndbandi eða með leiklist eða bara hvernig sem sko. Þannig að þá, veist, leifir krökkunum að sko að hann velja þetta sjálfa aðferðina, þá vilt skilast það alltaf miklu betur. Og þannig hefur við kannski með Flipgrid, sko, ég náttúrulega, veist þið segi, það alltaf einn og tveinum sem vilja ekki taka, veist, láta sjá sig í mynd og þá gera það bara öðruvísi, það ekkert vandamál, sko, það skiptir engu máli. Og það hefur engin áhrif sjálfur sér á. Myndir þú segja að tæknin opnar nýja möguleika hvað þetta varðar? Að bjóða upp á mismunandi leiðir til að svona skila af sér í náminu? Alveg örugglega, alveg, það pottþétt. En eins og ég sagði kannski í upphafi, mér finnst mjög margir kennarar kannski festast í það að læra of mikið, veist, vera í mörgu í gangi. Og eins og bara eitt verkefni sem ég bara búin að vera með í vetur, ég fór á alveg náttúrulega á námskeið á Gúrunum á Sauðárkróki, honum Ingva, fór á hann á Sperrunámskeið og ég hef verið alveg bara heillaður á honum og alltaf að búa til alls konar verkefni kringum hann og ég á erfitt með að sofa, þá ég bara að leika mér að búa til og það náttúrulega líka sko eins og með Sperran, það svo opaslega stórt og mikið samfélag kringum hann, þannig að maður þarf eiginlega ekkert að finna upp hjólið að búa til verkefni. Maður svona hugsa hvað maður langar og svo fer maður bara og leitar umverulega einhver annar búinn að prófa þetta svipað og síðan bara breytir maður því. Ég veit ekki hvort að margir þekkja Sperran kannski en þetta svona verkfæri sem sko umverulega hægt að kenna auðvelda forritun, auðvelda kóðun og það er hægt að sjá hvernig kóðun er gerð og ýmsu svoleiðis og hann getur sko ég nota hann í leiklistinum að búa til leiki, þá erum við sem sagt að kasta hann á milli og sá sem endar með hann til dæmis, hann þarf að taka sér að leika ákveðið hlutverk eða gera eitthvað ákveðið hlut eða segja frá einhverjum ákveðin hlut. Ég þarf líka að kenna stærðfræði umsjónarbekknum mínum einu sinni í viku og þá hef ég verið að nota hann dálítið í kringum það að búa til svona stærðfræði leiki eða stærðfræði þrautir. Og fáðu bara fram og að gera það. Og svo náttúrulega ég að nota hann í sko kynnan í 7. og 7. bekk og þá erum við að búa til gólfbrautin hérna frammi. Þá það að æfa sig að forrita kúluna og þannig að hann fari ákveðna braut. Þannig að það ætti ekki að vera. En ég bara fókusur á Sperran núna í vetur. Svo aðeins auðveldari vélmenni. Því ég hef verið fókus aðeins á vélmenni núna bara síðasta hálfa árið. Það Dassin, hann þekkja hann flestir kannski líka. En þetta verkfæri sko, og ef það tækifæri til þess að fara á námskeið á Sauðárkróki, þá myndi ég mæla með því, en þetta námskeið svona helgarnámskeið og þú ert bara að fókusera einn hlut. Eins og við vorum hann 2,5 dag, ég kom á föstudegi og svo var laugardagur og sunnudagur og við vorum bara að vinna með raunverulega Dassin, við vorum 12 saman, gríðarlega skemmtilegt og eiginlega bara fáránlega ódýrt líka. Þannig séð. Og lítill tími eftir Já, kíkja á. Ef við ekki að kíkja þess að, ég náttúrulega kenni smíði líka og var mikið búinn að pæla í, að því það hefur verið algengt að smíðakennarar kenna alltaf nákvæmlega sama. Hvað heitir það? Ég ekki að taka Jónu niður, hún var svo lengi upp á skjánni hjá okkur. Þannig að ég vil að sýna samt sko, held ég sé með það uppi hérna, já. Og því þegar ég var í námi þá, þurfti maður að skrifa einkunnarorð sinn og ég svona mjög oft nota þessi orð og þegar ég minni maður þegar ég var orðinn pirraður og erfiður og þreyttur eins og allir kennarar verða, þá oft les ég bara yfir þessu orð þannig.
og hann notaði rosalega mikið sko. Ef ég er með sérstaklega með erfiða nemendur, þá geri ég mjög oft þetta neðstaðana. Ég segi alltaf já, kannski ekki alltaf, en sem oftast þegar þú getur sko. Þannig að leiðið þið segi já við svona einhverjum hluti sem það langar að gera, þá eitthvað nægja þeim og svo bara vinn ég úr því sko ef þetta er eitthvað svona sem gjörsamlega vonlegast þá þau finna það mjög hratt. Og og svo er einhverjum sem ég setti ekki inn hana sko, það var einn gamall kennari sem kendi mér, sem ég nota mjög oft sko, það er ef þú ert með erfiða nemendur, þá áttu að reyna að fela það og ekki láta það vita af því. Ég langaði að sýna ykkur sko, því ég hef gert svolítið mikið, náttúrulega smíðakennari og þá hefur verið að, maður þarf alltaf að gera raunverulega sama verkefni hópinn, en ég hef reynt að láta þau gjörsamlega stjórna því sjálf hvernig útfærslu þau gera. Og það hefur tekið svona ágætlega staðinn fyrir að láta þau gera alveg nákvæmlega sama. Og eins og kannski taka eins og þetta er smjörhnífur, hann er alltaf gerður nákvæmlega, ég var með svona eitthvað 10 skapalón og allir þetta gera eftir þeim. Eftir ég bara sagði, teiknið bara sjálf ykkar eigin, þá þetta miklu skemmtilegri verkefni, þessi smjörhnífar, gerðir í fyrsta, öðrum og þriðja bekk eitthvað svoleiðis. Það var miklu þægilegra raunverulega að þau bara teikna sín eigin og þá finnst þeim rosalega miklu skemmtilegra eigan. Og ef hann er eitthvað illa gerður, þá bara sko hjálpum við að laga hann eitthvað leiðis. Þetta verkefni er alltaf sko, þau gera tímaritabox, en þau ráða raunverulega alveg sjálf hönnun. Þetta verður dálítið þeirra eigið. Þetta er fótboltagaur sko. Og þá það er eina sem þau gera, eitthvað sem þarf að standa upp úr og búið og þá geta þau bara hannaði sem þau vilja sko. Þetta er tímaritaboxið og það verður sko bara, það er alls konar útgáfur, það er lítil, það er stór en það er bara það er eitthvað sem þarf að standa upp úr til þess að sýna. Þetta verkefni er samstarfsverkefni sem við fórum með fyrir nokkur árum síðan er kollur, þannig að þau ráða raunverulega útliti á sinni eigin kolli. Staðinn fyrir þetta var alltaf sko svona, átti að vera bara svona lappir niður, staðinn fyrir að þau fengi að hanna bara hvernig þessu þau langar. Og þegar þau koma að staði raunverulega kollur gengur ekki upp, þá er miklu skemmtilegra að þetta er þeirra hugmynd. Og þetta er svona 7. bekkur hjá mér núna sko. Svo er 8. bekkur, það var svona erfiðasti árgangur til þess að gera og ég fann það fyrir nokkur árum síðan að þau eru náttúrulega búin að vera mörg ár í smíði eða hlutis. Þá eina sem ég bara segja því ég kem inn, því ég bara gera hirslu. Og þá náttúrulega læra það fyrsta lagi orðið hirsla, því ég er með sko, ég vil svona, er að kenna þeim með alls konar orð og þá eina sem það bara að gera og þau eru að samfara mig það er raunverulega að verkefni sem þið gera getur geymt eitthvað. Og þá getur komið alls konar með eins og ruslafata, hún geymir alveg greinilega eitthvað. En þetta var alltaf svona, að búa til einhverja hillu, hefla hillu eða eitthvað. En núna búa það bara til eitthvað sem geymir eitthvað og bara alls konar útgáfur. Þetta eru útgáfur sem að vera að klára núna. Og maður veit yfirleitt að það verður að gera góð verkefni, af því ég hef náttúrulega prófað alls konar vitleysingaverkefni í smíðinni. Ef það eru mörg verkefni skilin eftir hjá mig, þá veit ég að það er ekki að fungera. Þessi til mér sem svo var að klára að renna á skálina. Þetta er bara, þá er bara þeir sem hafa áhuga að fara í rennibekkin, þeir fara í þetta hérna. Þetta er svona kannski einfaldast útgáfan, ég tók hann bara með þar í strákur svona slakur nemendur, hann samt náði að setja saman svona hillu, hann alveg var bara ákveðið með þetta er fyrir alltaf geim eitthvað ákveðið í þessu, mann hvað hann sagði, einhverja tölvuhluti sko. Þannig að leyfa þeim bara raunverulega velja þetta sjálf og reyna ekki að þrengja ramman eða maður að skapa með þeim sko. Segja já við til flestum skiptum og leyfa þeim bara raunverulega rekast frekar á frekar en að stýra þeim á mikið. Leyfa þeim bara að velja. Og eru þau yfirleitt svona sem sagt búin að ákveða eitthvað not fyrir þetta og finnst þið það skipta máli að þau séu búin að sjá að já, ég ætla að nota þetta í eitthvað tiltekið? Nei, sjálfsög ekki. Nei,
Ég er náttúrulega með, sko, ég get ekki endað á því, ég nota náttúrulega Pinterest alveg rosalega mikið. Ég held alltaf því fram að augað sé betri en einhverja að maður sér myndir af því, sko. Og ég er búinn að nota raunverulega Pinterest og þetta er náttúrulega bara minn svona, þarna stýri ég raunverulega öllu sem ég geri, sko. Ég er með, sko, öll verkefni sem ég geri. Ég þurfti að kenna ensku hérna í nokkur ár og þá bara bjó ég til eitt fæl bara hérna og þá gæti ég alltaf gripið ykkur verkefni hana. Og hérna eru raunverulega, ef til dæmis ykkur í 8. eða 8. og 9. bekk kemur til mér langar að gera ykkur aukaverkefni, þá er ég búinn að safna saman, ég tek dálítið myndir af góðum verkefnum og set inn það sem krakkar hafa gert hjá mér. Þannig að þá geta þau bara raunverulega valið hérna. Þetta til þessu verkefni sem bara einn gaur sáum á netinu. Hann átti mikið að derhúum. Við fórum að leita og þá bara, hann er að gera þetta verkefni núna. Svona tiltölulega einfalt. Hann bara sagaði spýtu hérna og svo heflaði hann og svo ákváðu að bora hérna inn. Og hann er að saga inn að boranum núna. Þetta er ykkur annar búinn að gera og ég raða oft verkefnum eftir bara að veit ég að þau geta það. Og hérna er þessi 8. og 9. bekkur og samfélagsfræðin. Þannig að maður fer hérna inn í 4. til 5. bekk hjá mér. Þá er þetta verkefni sem ég veit að eldhússtandur sem er mjög algengt að gera, sko, í 3. og 4. bekk. Og ég er búinn að raða, ef þau fara inn þá veit ég að þetta er verkefni sem þau ráða við. Og það er svona þægilegri fyrir mig. Þurfa þá ekki að vera að segja nei við eða eitthvað því, þetta er svo flókið, en þetta er svona, þau skilja við það í leiði segi, sko, já, þetta er fyrir, þú ert honum svo góður, þú getur alveg farið í 7. bekkjarverkefni, þá getur þú alveg bara, eins og ég sjáðu, ég nota Pinterest alveg gríðarlega mikið og gerir raunverulega allt til að fá hugmyndir. Hérna til dæmis brúarsmíð og bygginga, við erum með á miðvikudögum, þá erum við svona kallað þema og ég var með hóp sem átti að gera, vorum að læra bara hvernig brýr virka og smíða brýr og þá sem sagt yfirleitt yfir verkefnin og þá voru það, vorum við svona spýtu afganga og þá voru það að raða þeir saman og búa til, þessi var búinn, þá voru það að búa til bara raunverulega sína brú og þá svona læraðu örlítið inn á burðarþolið og hvernig á að setja þetta saman. Og náttúrulega Pinterest, kannski flestir þekkja, það er náttúrulega alveg gríðarlegt magna þannig inni, sko. En ég alveg bara elska raunverulega Pinterest. Við kannski fáum að deila Pinterest síðunni og við setjum upptökuna á netið. Já, absolutt. Það er náttúrulega eins og ég segi, það byrjaði dálítið svona fyrir nokkrum síðan. Þegar ég byrjaði í kennslu þá voru smíðakennarafélagið með lokaðan ver. Ég skildi aldrei okkur það var þetta lokað, okkur mátti ekki deila öllu. Og það er náttúrulega hluti af þessu umhverfi eins og samspil sem ég finnst alveg rosalega skemmtilegt. Það er allir að deila þar inni, deila reynslum og deila kennsluaðferðum og deila verkefnum sem er náttúrulega eitthvað, lífsnauðsynlegt fyrir okkur kennarann að gera, sko. Snillismiðan, þetta eru verkefni sem við erum að gera í snillismiðinni. En nú er eiginlega tíminn okkar búinn. Það er spurning hvort það séu einhverjar sérstakar spurningar í lokin. Svo ég segi, við deilum upptöku af þessu öllu og það var einhver að spyrja betri mynd af smíðamununum. Ég er með aðra mynd af því sem að ég setja á vefinum leið og við setjum upptökuna og við setjum líka tengil á Pinterest síðuna þína. Þá bara þakka ég Engiberti fyrir og takk til. Vonandi að þetta sé gagnlegt. Skemmtilegt að prófa þetta. Það verður alltaf að prófa. Og verið ósmeykuð að prófa þetta. Þetta var ekkert svo erfitt.
Bless.